Tanja Mjöll Ísfjörð Magnúsdóttir, gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Þú ert nú ekki alltaf á landinu. Nei. Ég margoft reynt að fá þig. Er það ekki? Og ég nenni, að því að mér er svo leiðilegt af svona fjarviðtölum. Já. Þannig að þá segir ég bara nenni ekkert að tala við þig fyrir nú ert á landinu. Já, ég skil það vel. Þannig að við völdum þennan góða dag þar sem er ófærð. Já, ég kom nú. Já, útmætt. Já. Mér er svo undan mér. Já, úr Þorlákshöfn. Já, bara vel gert. Herðu, en við ætlum ekki að tala um veðrið. Ok. Við ætlum að tala aðeins ég var að segja, tala um þig. Great. Ha. Frábært. Af því að þú hefur náttúrulega verið óþolandi feministi. Alveg agaleg. Í furðulega mörg ár með að við hvað þú ert ekki gömul. Takk. Og ég man til dæmis þegar öfgar urðu til að það var náttúrulega alls konar fólk í þeim hópi til að byrja með, en ég man, og það lýsir kannski frekar meira en þér, ég veit það ekki, en ég man að þú varst eina sem að ég þekkti, þú varst eina nafni sem ég kannaðist við. Já, ég var líka búin að vera eitthvað að hrauna við þig. Já, ég enda að myndi það ekki, þú sagði það ekki daginn, að þú varst alveg brjáluð þegar kallmennskan fekk hann styrkur í jafnréttisjóði. Og ekki brjálið, en það var meira svona, hvað með allar konunar? En svo er bara sátt, stóðstu vel. Já, takk. En það voru nú fleiri algjörlega brjálaðar á sínum tíma, sem eru ekki brjálaðar lengur. Nei, en það er af því að þú gerði vel. Já, ég er svo duglegur. Ég er agalega duglegur. Ég er svo vók. Já. Ég er svo kúaður á konunni minni. Ég veit það. Kúaður til hlýðni. Ekki dagla. Heyrðu, en já, ok. Ég veit eins og að líka, að því að nú þekkistu svona aðeins, þá veit ýmislegt og ég veit líka að kannski næ ég ekkit öllu upp úr þið sem að ég veit. Ekki sjans. En það sem ég veit er að þú hefur ekkert alltaf verið brjálaður feministi. Alls ekki. Þvert þó heldur. Þvert þó heldur. Sko, það finnst mér pínu svona fyndin staðreind, sko, og þú hafi verið í kynjafræði í Borgó hjá Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur og þú varst bara eitthvað. Ég var að rífa kjaft. Nennir að segja mig, hvernig var það? Já, vinkona mín, Krissi, hún tók sérst kursinn á undan mér, áfangan á undan mér og hún var bara eitthvað, Tanja, þetta er eitthvað. Ég held að þetta sé eitthvað fyrir þig og ég bara eitthvað, ha? Og ég fór í þetta haldandi að þetta verið svona auðveld eining en hún var búin að senda mér nokkur svona, þú veist, update úr fyrirlestunum og bara eitthvað, herðu, þetta mál og þú veist, hún var að taka bara máli með gils fyrir og hún, þú veist, hún nefndi bara, þú veist, ég opnaði augun og ég bara, nei, ég mun ekki opna augun, skilurðu. En ég fer þarna í kynjafræði eftir henni og einhvern veginn hlusta á Hönnu Björgu tala og segja hluti sem ég var svo ósammála. Ég er frá Húsavík og ég er frá Sauðárkróki og þar, allavega þegar ég er alast upp, þar er rosa mikil svona karlmennska og já, fjölskylda mín er ekki feminísk og ég er alveg upp í þú veist, ekki í miklum feminisma. Þannig að þegar ég fer þarna og er að rífa kjaft við hana, þá er það aðalega, þú veist, ekki allir kallar, þú veist, konur eru líka beita ofbeldi, þú veist, allt þetta, ég var með allar, þú veist, já. Og svo var það bara einn daginn sem Hanna sagði eitthvað með kynjaglerugun. Hún sagði, þú veist, ok, þegar þið hafið sett upp kynjaglerugun, þá sjáu þetta öðru sig. Svo byrjum bara að bomba út fréttum og bara bera saman og bara, þú veist, sjá þetta og sjá þetta, þú veist, finnst ykkur þetta í lagi? Og ég bara, já, og svo var ég svona, fór ég að lesa þetta og ég bara, finnst mér þetta í alvörun í lagi? Og það var ekki fyrir en ég er sjálf beitt ofbeldi að ég fer síðan í hennar tíma, held áfram, þú veist, tek pínupásu, held svo áfram og þá svona sé ég þetta öðru sig og þú veist, allt sem Hanna Björg var að segja og síðan það sem ég lendi í, ég verið að setja þetta allt saman og fatta óréttlætið og setja upp helvítis kynjaglerugun og ég hef ekki tekið henni síðan. Þannig að það er svona Ok, þannig að þannig að sko
þú ert beitt ofbeldi þegar þú ert í kynjafræðinni eða hvað? Já, á þeim tíma Okay. þú veist, það leyti. Já, og svo náttúrulega reiknaði með, er það kannski ekkert að setna sem að þú fer svona að líta tilbaka og bara samskiptiðin við ég ætla að segja gaura er það setna sem þú fer að fatta wow, þetta var nú kannski eitthvað? Sko nei, ég upplega alveg svona iffi tilfinningu fyrir sömu og þú ert væntanlega að vísa í pick me gælufasa minn. Ég mat virði mitt út frá viðurkenningu. Þannig að þú veist, ef einhver veitti mér athygli þá var það samþykki og þú veist, ég gerði úr því að vera vinsæl. Þannig að einmitt þegar ég byrja í kynjafræði hjá Hönnu Björgu þá var, þú veist, feminismi var ekki vinsæll. Þannig að ég ætlaði sko ekki að verða feministi. Og einmitt pick me gælufasi minn þar sem að ég einhvern veginn fæ viðurkenningu út frá eldri gaurum, skiluru, eins og þetta tíðkast oft á landsbyðinni, sérstaklega hana þegar ég er alast upp, þá verður það einhvern veginn, þetta er normið, fólk talar þetta sem normið og fólk lítur ekkert svo skringilega á þetta, en svo ok, kannski eftir að hyggja þá verður það meira svona þetta er ekki alveg í lagi, þú veist en ég á saman tíma fann svona iffi tilfinningu þegar, þú veist En gast kannski ekki sett neitt svona skilgreiningu á það eða? Maður er krakki, þú veist, ég 14, 15, þú veist. Þetta er ekki tíminn sem þú þarfst að vera að pæla í kannski akkurat því. Sko, ég er að reyna að fara ekki inn í eitt sko sem þú ert að smá að nefna og ég ætla alveg að leyfa þér, ég sagði sko í Tönja að ég myndi ekki klippa neitt, en ég ætla að segja það og held þessu inni nema við klippum eitthvað út að að þú máttu þetta segja, skilur, ef það er eitthvað sem við erum komin okkur á braut og þú ert svona holy, hvernig kemst ég út úr þessu að því ég er ekki að fara að henda þér undir berskjöldunarvagnin, sko Nei en ég er forvitin Já. Og ég stundum er það forvitin eins og kannski þú veist að þá hef ég gengið of langt með að vera forvitin og ég hef verið skammað tvisvar sinnum. Nei. Jú, bara, það er bara ekki viðeigandi að spyrja þessu. Okay. Nei, ég hef verið skammað þrisvar sinnum. Einu sinni í viðtali og og tvisvar bara í lífinu. Okay. Þannig að, já, ég ætla að gefa það leyfi til þess að segja, stopp nú kæri vinur. Já. En af því að það eru þarna samskipti við eldri gaur á þessu tímabili í þínu lífi þar sem þú svona sækir í eldri gaur og sækir í viðurkenningu og þannig eru samskipti við gaur sem að síðar verður hvað á maður að segja með þekknafn og við getum sagt að hann sé umræðinni hvernig er að horfa á þetta og tengja, what? Getur þú bara Sko það er náttúrulega ógeðslega pirrandi þegar það eru fleiri en einn einstaklingur og líka bara þegar einn einstaklingur en það eru fleiri en 1, 2, 15 sem er að segja sömu söguna og þú ert búin að heyra þetta hérna og þú ert búin að heyra þetta þarna og þú veist, samt er alltaf þú veist, já en hann er svo góður vinur, hann er svo góður bróðir, hann er svo góður frændi, hann er svo góður þetta en þú veist, ok, hann getur verið allt þetta, hann getur verið góður bróðir og vinur og frændi og pappi og allt þetta á sama tíma beitir ofbeldi og nú flokka ég samskiptin mín við ákveðna aðila sem ofbeldi og að sjá þá öll vera að hampa þessum mönnum er agalega leiðilegt og það er erfitt og það er triggerandi og það er eitthvað svona, þú veist það er það sem að þá er alltaf að tala um þessu slaufun og alltaf þessi helvíti slaufun, alltaf að vera slaufu sem gerendum og nei fyrir ekki körlum, indislu mönnunum og saklusum mönnunum og alltaf þetta, þú veist, að þetta eru bara einhverja gælur sem eru að fara í einhverja, þú veist, fræga gaura og þú veist, þessi helvítis það má blóta Já, má blóta í þessu en má herma eftir nollensku
Er það? Já, ok. Ég tek því ekki persónulega. Já, Ég er svo áhrifagjarn nefnilega. Já, en það er, þú veist, að sjá þetta og þau segja að það sem verður að slaufa þessum frægumönnum, þú ert að sækja í að slaufa fræguköllunum og þú veist, þetta gerist ekki við Jóhannes út í bæ, skilurðu mig. Af því að Jóhannes út í bæ, ég kom með hendunar, af því að Jóhannes út í bæ er ekki að trana sér fram í fjölmiðlum. Jóhannes út í bæ er bara út í bæ og hann er samt sami ofbeldismaður, sorry Jóhannes. Það er örugglega einhver Jóhannes ofbeldismaður. Já, allavega, þú veist, en þessi Dúddi niður í bæ er ofbeldismaður og hann er alveg mikill ofbeldismaður og frægigurinn en hann er ekki að trana sig fram og hann er ekki að tryggur í hvert skipt sem að trana sig fram og jú, þú veist, nú hefur líka ofbeldissögu úr litlum bæ sem að þú veist, ég hef talað opinberlega og já, og þar í bænum sjálfum er náttúrulega tryggarandi að hitta þennan aðila, það er tryggarandi, þú veist, svona hlutir í kringum það en þegar það er alltaf verið að tróða sér í fjölmiðla og einhvern veginn á sama tíma dismissa, afneita því sem gerist og því sem þeir eru sekir fyrir það er það sem er pirrandi og ekki í lagi þannig að þú veist, nei það er ekki verið að slaufa sem frægugaurum, nei gælur eru ekki að sækja að slaufa frægugaurum frægugaurar geta bara ekki haldið kjafti og þurfa alltaf að halda áfram þrátt fyrir að vera sekir eitthvað í staðan fyrir bara að eins og við höfum alltaf sagt í öfgum að þetta er ekki mannréttindi að fá að vera frægur og fá að gera, þú veist, ég er að passa með að nefna ekki starfsgrein að fá að gera hlutina sem þeir vilja gera, þú veist, ef þið langar að gera þessa hluti, slepptu þið þá beita ofbeldi. Já, sem er virðist vera svolítið flókið fyrir suma fræga en þú nefndir sko að hvað maður segja, pirrandi að svona já, ég man ekki hvað þú sagði nákvæmlega þegar þú veist sko að það eru fleiri og það er líka sjónarhótt sem að þú veist, að því að nú er ég ekki þolandi og nú er ég hvergi jaðarsettur og eitthvað, þú veist, ég er bara forréttindagaur en af því að ég hef verið að beita mér og og svona eitthvað með ykkur líka og eitthvað, þá veit ég ansi mikið og eitt af því er magnið af upplýsingum sem að aldrei hafa orðið opinberar og þegar að sko öfgar og bara þegar feminískar konur eða feministar er að beita sér og taka afgerandi afstöðu í einhverju málefni þá er það ekkit bara af því að það hlakkar í ykkur eða okkur yfir því að það sé hægt að cancela einhverjum það er vegna þess að þetta er ekki einstæmi þetta er ekki óhappað tilvik heldur er þetta yfirleitt eitthvað sem er kerfisbundið og hefur gengið á í lengri tíma verið þaggað niður bælt niður þú veist, og náttúrulega bara íktasta birtingamyndin er Epstein dæmið skilur, en við eigum ekki svoleiðis kannski, mögulega jú á Íslandi en við hefum svona kannski svipað en ekki á jafn stórum skala mögulega en þetta er samt kerfisbundið og fólk heldur í alvörinu svo ofta að þetta sé eitthvað já, þið bara eitthvað að trillast út af engu dragt út úr raskatina okkur sko málið er eins og segir, þetta er oft bara toppurinn af ísjakanum þar sem við erum að koma með fram í fjölmiðla og við erum oft að taka þá þú veist, dæmi hjá konum sem eru þær sem treysta sér áfram af því að ímyndaði magnið af þeim sem treysta sér ekki áfram og miða við nú tók ég þátt í að skrifa skuggaskýrsluna sem er hvað var 2019-20, ég veit það ekki sem sagt að bara skoða hvað Ísland getur gert betur í, þú veist, sínum málum og þar einmitt fór ég að skoða tölur fyrir hversu mörg afbrot eru kynferðisbrot eru tilkynnt versus hvað eru mörg sem leita á neyðamóttökuna, hvað eru mörg sem leita til stigamóta, hvað eru mörg, þú veist, á hverju ári og veist, þetta er skilur mig, ég nenni ekki að nefna prósenturaukningu, tölur, ég er ekki góð í tölum, ekki reyna ég held, þú veist, við erum að tala um svo lágt sakfellinga hlutfall í kynferðisbrotamálum en svo mörg sem eru að leita sér aðstofar á þessa staði, þú veist, Bjarkali stigamót neðamóttökan þú veist, hvernig heldur fólk að við séum að
ljúga og við séum að leitast eftir þessum peningum og við séum að reyna að ná okkur niður á þessum mönnum og eitthvað, þú veist, af hverju ættum við að gera það með þessum hætti þegar réttakerfi virkar ekki og don't get me started á helvítis peningadótinu. Alltaf það að reyna að fá peninga. Hvenær hefur þolandi grætt peninga á þessu? Aldrei. Þú veist, ef það er peningur þá kemur hann seint. Þetta er ekki miklar upphæðir og því líka brasið að fá þetta í gegn. Þetta er ekki það sem að þolendur að gera sko. Nei, og líka bara bætum inn í sko, það sem að meintir menn tönglast á, það er sko þessi opinbera smánun. Já. Það er náttúrulega, ímyndaði mér engin smá, hvað ég segja, samfélagslega í rauninni smánun og bara berskjöldun sem að í rauninni þolendur hafa verið krafðir til þess að fá eitthvað skonar áheyrn eða réttlæti. Þannig að sko þessi opinbera smánun, ég tengi það miklu frekar við í rauninni þolendur sem hafa verið að stiga fram. Ég steg sjálf fram fyrir MeToo. Það var, þú veist, ég er eina af þessum fyrstu sem er að stiga fram opinberlega með nafn og mynd og þú veist, þannig að fólk sér hver er þolandinn. Og það er ekki auðvelt, það er ekki eitthvað sem að ég gerði af því að mér langaði, ég gerði þetta af því ég vissi fleiri, ég vissi þú veist, ég var ekki ein í þessum sporum og þetta er ekki eitthvað sem fólk gerir að gamni sínu til að segja. Þetta er mjög erfitt, þú veist, fjölskyldan fyrir ruslið skiluru, ef að ekki allar fjölskyldur, not all men en þú veist, margar fjölskyldur fara bara í vaskinn við svona opinberun. Þannig að þetta er flókið, þetta er erfitt og þetta er ekki sem fólk gerir og þetta er það sem fyrir svo í taugunar á mér, það er alltaf sagt, þú veist, fólk vill alltaf fá að vita hvað gerðist þegar þau eru ekki með nöfnin. Þú veist, af því að það er einhvern veginn svona, fólk er svo forvitið, fólk vill fá að vita bara hvað gerðist, hvernig var það og þú veist, ég heyrði þetta og eitthvað svona, svo kemur nafnið og þá er bara eitthvað er það sant? Ég trúi þess ekki, þú veist, þeir eru trúa þá til að nafnið kemur og það er svo skrítið af því að fólk getur sagt frá ofbeldissögum og annað fólk trúir því þangað til að það komið nafnið á gerandan og þá hættur að trúa því, þá ert ekki lengur að styðja af því að það varði einhvern veginn svo mikið sjokk að finna hver þetta var. Og það er hræðilegt. En öfgar tóku þetta svolítið, fóru að nafngreina. Já. Þú grettir þig. Þetta var svo þú veist, við ætluðum ekki að gera það með öfgum sko. Öfgar átti ekki að vera einhver svona nafngreiningar maskína eða eitthvað þannig, þú veist, það var ekki hægt að panta cancel þjónustu eins og fólki reyndi að segja. Þetta varð svolítið tilfallandi bara. Kom til okkar og við fórum þessa leið. En voruð þið aldrei kærðar? Jú. En það var ekki hægt held ég, öfgar voru ekki kærðar en meðlimir innan öfga voru, þú veist, okkur var stemt og svo leiðis. Já. En hvernig, þegar öfgar setja ykkur út, var þá individually verið að pekja ykkur út til þess að kæra ykkur? Já. Já, ok. Og endaði eitthvað með sekt eða? Ekki sem ég veit það. Nei. Ég var ekki kærð. Nei, ok. Þannig að ég slapp vel. En sko, þannig að þegar þið eruð að nafngreina, að því að þið náttúrulega ætluðu bara að vera fyrst á TikTok að fræða? Já. Það var svona pælingin, minni mig, eða ekki? Ég og Hulda, þetta var svona, það vantar eitthvað TikTok til þess að, við erum búin að segja þetta svo oft, þú veist, til þess að vega á móti rasisma og kvenhatri og öllu þessu, þannig að Andrew Tate áhrifunum? Já, algjörlega, þannig að við bara eitthvað, já, hvað er betra en miðaldra konur í það? Mættar. Ég átti ekki einu sinni TikTok á þessum tíma, ég stofnaði aðgang og er ekki virk og við Hulda vorum svona eitthvað að reyna að finna út hvernig við vildum hafa hennan hóp, bara eitthvað hvað fólk vilju fá inn í hópin, þú veist þetta af því það var svo mikið fólk sem vildi og þú veist, voru í byrjun mjög mörg og svo svona eftir því sem við sérhæfum okkur meira og meira í kynbundna ofbeldi þá þú veist, fyrir að síast út bara hendar ekki öllum, skilurðu mig og þannig mótast hópurinn. Já,
og bara hefur engin smá áhrif bara þetta var rosalegt spretthlaup Já. og bara þvílík áhrif á stuttum tíma hvernig og ég held bara að við öll sem að vorum einhvern veginn í opinberu umræðu í feminískri baráttu á þessum árum og segja já, rétt fyrir COVID og í kringum COVID og rétt eftir ég held að við höfum öll brunnið út Já. ég held að sko ef okkur var ekki cancelað að þá bara, þú veist, við vorum bara öll búin Já. og öfgar reiknaði með, kláruðu sig Já, algjörlega en þú veist núna, 2026 næstu í mars, februar Í afmæli á morgun. Já, þegar tökum við döft áttu afmæli á morgun 27. februar já. Þá ég meina ef þú hugsar aðeins núna bara hvernig hugsar hennan tíma Jesus, já þegar stórt spurt ég sko, þetta svona gleði, erfiði eitthvað, þú veist, það var náttúrulega erfitt fyrir mig að vera svona mikið útúr, þú veist, ég var ekki á staðnum alltaf, ég var að missa af mörgum viðtölum, eða þú veist, ég var með viðtölunum en þegar þau eru síðan skrifið upp þá er eins og ég sé ekki þarna, ég var á netinu svo að tekna myndir af þeim, þannig að þú veist, þetta er alltaf bara svona, ég sagði kannski eitthvað ógeðslega gott, en ég var samt ekki með í þessu, þú veist, það var pínu erfitt fyrir mig og þú veist já, einhvern veginn að vera ekki í þessu ég var í þessu, en ég var veist, eins og í Spaugstofuna, þessi dúttinn á baku tjöldin ég var hann þannig að það var leiðilegt en á sama skapi þá fannst mér gott að geta dregið mig aðeins út þegar þurfti, þú veist, þegar ég var í Ísland þá er bara, ok, þessi ætlar að keyra mig ok, þessi vill örugglega keyra mig, þessi hata mig hvað, þú veist, þessi er búin að horfa agalega lengi á mig, er hann að pæli, þú veist, bara, fokk, er þetta þessi, já þannig að mér var gott að geta farið síðan heim og fólk þekkti mig bara sem mamma barnana minna, þú veist, enginn vissi að ég væri í opinberi umræðu, enginn vissi hver ég væri það var lúksus, það er svona besta við að búa í öðru landi en já, þetta var rugglað þetta var bara rugl hvað þú veist já, þetta var ég meina, þú veist, þetta hristi svo mikið upp í mörgu Já, það sem ég langar eiginlega mest svona að kredita okkur fyrir er við vorum agalega duglegar og samviskusamar og unnum mjög mikla vinnu sem fólk fattar ekki þú veist, og það sem ég hans ógeðslega erfitt, við sóttum þvílíkt magn á styrkjum og fengum höfnun, eitthvað annað en þú Nei, sko ég skal segja það ég er svo entitled að ég náttúrulega sótti miklu fleiri styrkjaldur en fekk ég fekk sannlega 2 stóra en það eru hluta mínu fórhundum en já, þið voruð endalaust að reyna fjármagn ykkur endalaust, fengum ekkert fjármagn byrjuðum með þetta Buy Me Coffee sem þú veist, var, takk fyrir fólk, þú veist, það hjálpaði okkur eitthvað en við vorum ekki að fá fjármagn til þess að sinna þeirri vinnu sem við vildum sinna á sama tíma og við vorum fólk var að heyri í okkur til þess að fá ráðgjöf en við þurftum bókstala lappin bakdæra megin til þess að veita þessa ráðgjöf fólk er að ringi okkur, fólk er að senda okkur skilaboð þú veist, e-mail og allt þetta og fá okkur á staðinn til þess að tala og hjálpa og allt þetta af því að við erum ekki bara frekar klárar gellur og síðan einhvern veginn þegar fólk er bara, já, vá, það veist vel gert þá við erum aldrei nefndar það viðurkenndi enginn sem að nýtti okkar aðstoð á þessum tíma þau væri að tala við öfgar og jú, Hulda mín þú hefðir kannski átt að endurhugsa nafnið aðeins nei, við Hulda Hrund mín Hulda, hún kom með öfgar og ég horfði á þetta og ég var bara þetta er ekki þetta var pínu, við rættum þetta svolítið fram og tilbaka í hópnum en ég held að þetta nafn og þetta konsept hafi verið akkurat það sem þurfti á þessum tíma en eins og ég segi, ég ætla að kredita okkur fyrir alla hinavinnuna, allar umsagninar þú veist, alþingi að hafa sambandi bara hvað vil ég skrifa umsögn þetta
og svo bara eitthvað, hæ, vil ég styrkja okkur nei, ekki séans þú veist Já, einmitt. Já. Einmitt, þannig að sko, já, að því að ég sko að því að ég ég er svona að vera að hugsi sko, að því að það er svo mikið talað í þessari sem að við kannski komum aðeins inn á undir restina á þessu spjalli okkar sko, en það er þessi andspyrnu bylgja að það er svo oft talað eins og á þessum tíma þegar, þú veist, í kjölfarið á MeToo og á þessum hræðilega Vogue tímabili þá er svo oft talað eins og þetta hafi verið einhvers konar svona hvað á maður að segja, einhvers konar gullæði femíníska baráttu þar sem að enginn þorði að segja neitt og bara, þú veist, bara við stjórnum bara landinu og eitthvað svona What? Mér líður stundum eins og fólk sé að lýsa því Já. og svo bara, þú veist, ef að það er, þú veist, að því að nú var ég einmitt með karlmennsku hlaðavarpi sem að var alveg þokkala vinsælt á þessum tíma og hafði líka svona einhvers konar áhrif þó að ég hafi aldrei verið mjög róttækur, sérstaklega ekki samanburði við ykkur og Eddu og svona sem voru einhvern veginn bara algjörlega að sprengja, þú veist, samfélagsumræðina þannig að þú veist, ég var ekki það óþægilegur að það voru, ég held að það voru 3 fyrirtæki sem fóru í samstarf með mér, þú veist, í gegnum hlaðarpið eitt af því var bara út af þrýstingi frá meðal annars ykkur tel ég Dominos sem að var eitthvað viðlóðandi KFC og þetta var svona eitthvað svona bleikþvottur held ég að já, við erum að merkja okkur eitthvað, skilur við, þannig að mér gekk erfilega að fá samstarf, mér gekk erfilega að fá fjármagn þó að ég hafi fengið sannlega 2020 og síðan úr einhverjum þróunarsjóði vís held ég fyrir átakum jákvæða karlmennsku þannig að já, þú veist, Edda átt erfitt með samstarf þið fenguð ekkert fjármagn bara fólk sem var í baráttunni það var meira og minna að gefa tíman sinn það var að ganga á það var að ganga á bara andlega tankinn sinn og það var að berskjalda og líkamlega já, og það var að berskjalda sig fyrir ofbeldi og útrópunum og viðbjóði þú veist, þetta var aldrei eitthvað svona næs, þetta var aldrei bara þú veist, djöfull höfum við mikið völd þú veist, þetta var aldrei þannig Ég leit allavega ekki á þetta sem svo mér fannst, ég upplýði aldrei eitthvað að fólk væri brjálæðislega mikið að hlusta Nei, mér fannst bara eins og ég var að karga út í rokið sko. Já. En eins og nefnir með fjármagn og allt þetta, veist, fólk vildi ekki styðja við okkur það er það sem veist, ok, valið, þú vilt kannski ekki styðja hvað sem er, en þegar fólk er samt á sama skapi að biðja um aðstóð og fá, þú veist við fengum styrk sem var ekkert brjálæður en það var styrkur með því sagt, að við máttum ekki upplýsa hver var að styrkja okkur Í alvöru? Já Ok, það er áhugavert Já, þannig að, og það var líka ég hef haldið druslugöngun og Sauðárkróki 2 sinum og ég fekk styrk frá bænum bara frábært, en svo fekk ég líka styrk á öðrum stað og það var svona leynistyrkur sko Já. Og hvernig túlkar það? Mér líður pínu sem ég sé viðhald eins og ég sé, þú veist, forbidden fruit eða eitthvað, þetta er svona þetta er ógeðslega skrítið, ég er svona á ég að skammast mín eða þú veist, þú veist, ég veit ég er ekki vinsæl í dag en er ég svona óvinsæl, fattur mig, þú veist af því að sérstaklega þetta var svo mikið högg fyrir mig að pikk mig gjallan sem vildi, þú veist, bara vera elskuð, ég vildi bara fá viðurkenningu, ég vildi bara vera, þú veist, ég var á tímabil bara orðin ágætlega vinsæl í góðum vinahópum í heimabæjunum mínum og svo einhvern veginn, þú veist, ég tala ekki við margt af þessu fólki í dag því að ég er náttúrulega bara einhver feministi, þú veist, þetta var högg í egóið til að segja það. Já, einmitt. Já, ég get ímyndað með það sko. Talandi að vera sko óvinsæl ég sannlega fann ég fyrir einhverjum sko vinsældum og finn alveg, ég meina Sindra vil koma í heimsókn, skilur það er alveg eitthvað, reyndar hitt hann líka aukar Ekki mig, af því að ég var á flugvellinum og náði ekki fyrir tökur. Já, ok. En já, þú veist, þannig að það eru, þú veist, já, ég finn fyrir óvinsældum alveg klárlega og þessar í rauninni þegar ég lítið baka þá sé ég, já, ok, ég var kannski vinsælli
heldur en ég upplifði á sínum tíma að því að síðan þegar ég var verulega óvinsæll þá bara já, ok, ég skil áhugavert, en ég meina það er alveg dæmi sko að því að þú varst aðeins að tala um óvinsældir og hérna Pick Me Gellan sem að varð feminísk og eitthvað svona en tengist þetta eitthvað því að þú byrð í Nóri á öllum stöðum og ekkert bara, þú veist, byrð í Oslo eða eitthvað? Nei, ég flúði sko En flúður raunverulega? Já, ég flúði raunverulega eftir að málið mitt sem sagt ég kæri það fellt niður þrátt fyrir sönnunargögn, þrátt fyrir DNA, þrátt fyrir alls konar sétt, þá var það fellt niður og ég kærð fyrir rangar sakagiftir. Þrátt fyrir að málið sé fellt niður á orð gegn orði, þá einhvern veginn kemur hann því í gegn að geta kært mig og það er fellt niður og svo vil ég samt skoða nánar af því hann, þetta var bara ógeðslega pirrandi dæmi. Og ég einhvern veginn bara, mér fannst ég ekki geta farið heim til mín, mér fannst ég ekki geta heimsótt foreldra mína eða þú veist, mömmu á krókinn af því að ég upplifði, þú veist, ég gat ekki farið í skaffó á þess að fólk væri að gefa mér auggotur. Skaffó? Þorsteinn. Sagðirðu skaffó? Ég veist ekki hvað skaffó er. Nei, ég er náttúrulega búin að Reykjavík, sko. Skagfirðingabúð. Já, ok. Halló, allavega hana. Já. What? Já, ég gat ekki farið í skaffó. Já, ok. Án þess að fólk veri að bara svona horfa á mig og svona og mér náttúrulega fannst öll vera að horfa á mig og það getur líka verið bara ég að vera bara í trigger, skilurðu mig, en miðað við hvað mörg hægt að tala við mig af bara vinum mínum og kumpánum þá vissi ég alveg að ég væri ekkert brjálæðislega vinsæl, mér fannst ég ekki velkomin þannig ég hætti að mæta þangað og mér fannst, þú veist, ég var að verða fyrir ljótum skilaboðum, þú veist, hótunum og svona ekki frá aðilanum sem ég kærði, bara, já, frá öðrum þannig að ég enda á því bara, þú veist bara fór. Shit. Já. Þú er mögulega sagt mér þetta, ég myndi ekki eftir þetta væri beintengt, sko, og í rauninni bara landflótti vegna þess að það var bara ólíft og þannig við erum að tala um fyrir MeToo eða ekki? Jú. Hvað er þetta, 2015-16? Mástu það? Ég muna þetta. Nei, þú þarf þess ekkert svo. Nei, bara forritinn. En hérna, já, við erum búin að tala svolítið mikið um þið sem sko þólanda sem var ekkert endilega uppleggið. Ég veit ekkert hvað ætlaði að ræða um. Það er bara svona mættu. Já, við ætlum svona að ræða bara, þú ert búin að vera svo lengi í rauninni í feminískri baráttu. Jesus, síðan 2015 örgla. Já, en ég meina, hvað ertu gömul? Hvað ertu að verða gömul á morgun? Ég er 30. Ég pældi því. Ég er 31 á morgun. Já, ok. Það er galið, þá ertu búin að vera í síðan þú varst bara 20 í þessu í þessari hakkavél, sko. Já. Og hakkavélinn, þú veist, hún byrjaði sem heimabæs hakkavél. Já. Og við erum að tala um 2 heimabæi, þú veist, þetta er Húsavík og Sauðárkrókur sem einhvern veginn, þú veist, aðalega bæði á Húsavík og Sauðárkróki sem eru not a fan. Já. Þannig að sú hakkavél sem verður síðan, að því ég greinilega með sjálfsæðingakvöt, verður síðan að opinberi hakkavél. Já. Sem er rosalega ógeðslega umlegt og erfitt og glatað og ég er í krónísku börnáti þannig að það er gott að geta verið annars staðar og vera bara mamma. Já. En þú talandi um króníska sjálfsæðingakvöt, svo ferðu með druslugönguna. Ég veit ekki hvað það var. Ég fekk brjálæðiskast. Já. Ég fæ stundu svoleiðis. Og ég ætla að klára þessa setningu, þú ferð með druslugönguna og heldur hana sjálf á staðnum sem að þér er í rauninu útskúfa frá. Já. Hvernig, fyrst alveg datt þér í hug og hvernig var það? Já, ég fekk að heyra máli þar sem að það að vera útskúfa þolanda á þessum stað og ég fekk bara svona nei, hættu ég
get þetta ekki, ég get ekki hvað fólk vill alltaf halda friðinn, nú er ég að fá brjálæskast, halda friðinn til þess að þóknast einhverjum dúttum af því að þeir eru svo góðir. Þú veist, hann er svo góður vinur, hann er svo góður frændi, þú veist, ég verð biluð. Má ekki skemma líf hans? Nei, og ég fekk að heyra það, bara hann á krakka, þú veist, hvað er þau að gera? Bara, hvað með mig? Hvað með þær? Bara, fokkið ykkur, öll. Ég verð, þú veist, ég fekk bara svona brjálæðskast og ég þurfti bara að gera eitthvað og þetta var, þú veist, ég fekk bara svona, ok, hvað get ég gert? Og það var búið að vera að halda druslunguna á Húsavík og það gekk ágætlega og þá hugsaði ég bara eitthvað, af hverju ekki Króknum? Þú veist, á Akureyri það floppaði eitthvað, það búið að vera stundum ekki, eitthvað svona, ég bara eitthvað, ég ger þetta bara. Og ég bara undir vinkonum mínar, Hildi Lillendal og einhverju fleiri og þær voru bara svona, ertu viss? Ég bara eitthvað, já, ég ætla að gera þetta. Það er bara eitthvað, ok, ég mæti, ég styð þig, þú veist, ok, bara gerðu það. Þannig ég gerði það bara. Það var sturlað og öfgar mættu og studdu við mig og mamma fór úr íbúðinni, hún var stödd annars staðar og var búin að græja bara svona, það var bara svona eins og sleepover. Þannig að stelpunar gistu bara hjá mér og frænka mín kom og það var bara svona einhvern veginn ógeðslega valdeflandi og hérna vini mínir Halldór Hjalti shoutout, þeir mættu frá Reykjavík og kom og studdu mig og þeir eru frá Króknum líka, þannig að það var svona, ég fekk pínu svona, ok, ég get þetta og svo hérna Erla Einars á Króknum, hún hjálpaði mér að skipuleggja þetta allt, þannig að þú veist, þegar við heldum þetta síðan ára eftir þá er hún skipuleggjandi með mér og þannig ég var ekki alveg ein, ég fekk þennan stuðning og það var mjög dýrmætt og ég fekk, þú veist, ég ætla ekki að vera ógeðslega dramatísk, en mér leiðpínu eins og ég hefði geta bara svona lokað hurðinni, opnað hann aftur og það var gott að anda. Þannig að það var svona heilandi. Já, eiginlega. Og ég er ekki þessi gælla, sko, sem er bara eitthvað þannig, en jú, það var heilandi. Gott orð. Já. En sko, þetta var hvað, 25, 4, 3? Nei, þú manst ekki. Ég er búin að segja þér tölur. Ok, ég veit ekki af hverju ég er að gera þetta. Mér er alveg sama hvað ár þetta var. Þú er bara búin að vera bara hvað ár, Tanja, hvað ár? Herðu, að lokum, sko bara stemningin í dag, kannski, ég veit það ekki, ég meina er álíka stemning út í Noregi til dæmis eins og virðist vera hér þar sem að sko hver sjómlinn á fætur öðrum fer í hlaðvörp og fjölmiðlavittöl til þess að kvart undan vóki og kvart undan feministum og kvart undan skoðanakúunum að hérna, þú veist, þversagnirnar alveg bara út í gegn og það er eitthvað massíft bakslag það sem er verið bara verið að grafa undan réttindi fólks. Þú veist, hvernig sér þetta? Sko, ég var svolítið virk á Twitter eins og kannski mannst og ég datt einu sinni á norska Twitter á þeim tíma sem Twitter var Twitter. Það var alveg hræðilegt. Þetta er alveg, það er náttúrulega svo mikið af fólki þar, þannig að þú ert með svo mikið þetta er bara ógeðslega mikið og það var einhvern veginn bara að dett inn á það var bara rugl, þú veist, mér leið eins og við værum bara komin í fornöld þannig að, jú, þú veist sumstaðar eru normenn bara mjög flottir og góðir í alls konar, en þegar kemur á svona þá er þetta rosa mikið ignorance is a bliss. Þú ræðir þetta ekki, þetta er ekki til umræðu, þú veist, fólk, ef einhver spurt mig, þú veist, hvað gerur og ég bara, já, ég er hérna, þú veist, ég berst ekki að kynbundnu ofbeldi, þá fólk bara svona hvað er það? Hvað meinar þið? Svona, já, ég er feminískur aktivisti. Feministi. Þú veist, það er ekkit endilega bara eitthvað feminist, það er meira bara svona, af hverju? Til hvers, hvað er að gera, skilur ég? Þannig að
ég held þau einhvern veginn ekki komin, þú veist, einhverjir, ég í einhverjum svona hópum þar sem að er mjög lítil virkni og þau alveg, þau vita mikið en að samanskapi þau eru komin rosa stutt. Já. Þetta ekki eins og hér. Nei. En umræðin hérna er líka rosa mikið annarkvort eða, en í Noregi þá það meira bara svona ut på tur, aldrei sur, þú veist, þú fer bara út í göngutúr og borða brauðið þitt upp á fjallinu og þú ert ekkert að pæla í þessu. Já. En það ekki bara líka fínt svona fyrir þig? Sko fyrir mig, já, en þú veist, ég alveg börnum mín í þessu samfélagi, þannig að ég vil að skólakerfi verði meira woke. Ég vil inngildandi. Þú vilt að það sé inngildandi. Woke. Já. Ég vil að fólk sé meira meðvitað. Já. Ég vil að fólk viti stöðuna, hættunar, allt þetta. Það það sem, þú veist, fyrir mér þessi barátta snýstum, það náttúrulega númer 1, 2 og 15 eru þolendur. Ég hef berskjaldað meina beini til þess að engin önnur þurfa að upplifa það sem ég upplifði. Bara það hefur alltaf verið mín mantra, já, og svona það sem ég geng fyrir. Og það ég vil einhvern veginn að það verði, þú veist, að þau komist aðeins lengra í Noregi, að þau vita aðeins meira, þú veist, þegar þolendur eru að opna sig þar sem gerist og sjaldan, þá kommentakerfið viðbjöður. Já. Bara eins og hér. En, já. Ok. En ef þú horfir sko til Íslands, að því að nú ertu þú ert náttúrulega líka inn í öllum kreðsum hérna, svona aktivista kreðsum og fylgist með tíðarandanum svona að lokum að þú hugsar 3 til 5 ár fram í tíman á Íslandi. Já. Frá afmælisdeginum þínum á morgun. Já, á morgun. Hérna, þú veist, við erum að tala þú eru 33 + 1 eru 4, 34 til 36 ára. Já. Hvernig verður stemningin á Íslandi þá? Hvað, þú veist, eins og ég orðastundum bjart eða blikur framöndan? Sko, næstu 3 til 5 ár. Amma mín var spámiðill, ég það ekki. Ok, ég ekkert að biðja það, ég meira bara svona taka stöðuna, taka púlsinn. Nei, ég ekki góð í þessu, en ég náttúrulega bara í einhver svona svartsýnis hólu núna, ég bara eins og ég sagði krónist burnout, mér finnst bara þú veist bara nei, bara áfram áfram, og ég bara eitthvað nei, ég ekki komið þangað. Nei, ég ekki að pína þig. Nei, ekki segja það. Nei, þú ert að peppa. Já. Ekki segja það. Ekki segja ég sé að pína þig. Þú ert að peppa. Hérna. Þú ert að peppa. Nei, ég held sko, ég sé þetta, þú veist eins og ég hef alltaf sagt, það er alltaf að tala 1 skref áfram, 2 áfram, 1 afturbak. Ég segi 1 áfram og 2 afturbak. Já. En ég held að við verðum komin aðeins áfram. Og ég held að við getum kannski fyrir að taka umræðuna ofbeldismenn. Já. Ég vil taka umræðu ofbeldismenn, ég vil taka fókusin frá þolendum og ég vil færa þá yfir á ofbeldismenn. Þú veist, við erum að tala þessa kalla. Ok, hvað viltu tala um? Ég vil bara tala að þeir eru alls konar, ég vil tala að þeir, þú veist, tryggrandi fyrir mig að segja, en margir af þessum mönnum eru bara mjög góði menn, nema þeir eru ofbeldismenn. Þeir eru góðir við vini sína og þeir eru góðir við hinn og þennan, skiluru, en svo eru þeir ofbeldismenn og það oft þessi vanvirðing fyrir konum sem að þú veist, þeir eru ofbeldismenn gagnvart konum, þeir eru kynbundu ofbeldi, þeir eru að brjóta konum af því að þeir virða þær ekki, af því að þú veist klámvæðing, af því þetta og hitt. Ég vil tala það, ég vil tala struktúrin í kringu þetta, við erum búin að taka þolendavinkilinn. Það því miður ekki að virka, fólk virðist ekki vilja bera virðingu fyrir þolendum. Fólk virðist ekki vilja trúa þolendum nema upp af vissu markið þá til að það er orðið óþægilegt. Þannig ég vil einhvern veginn svifta fókusnum. Við erum búin að berskjalda okkur inn á beini. Ég búin að fara með sömu tugguna 1000 milljón sinnum og fólk er leitt á þessu. Ég skynja það. Og þetta það sem gerist alltaf eins og með MeToo, fólk var þvílíkt peppað, þvílíkt að hlusta, þvílíkt að fyrirtækja breyta stöðlum og drastli hjá sér. Svo verður fólk leitt og það bara svona, getur við fara að tala með hana. Og það það sem er að gerast núna með þolendavinkilinn, auðvitað vil ég tala þolendur, en nú fólk bara eitthvað, þú veist, allir bara þolendur og fórnarlömb og þú veist, hérna, þau eru komið þangað, komið leið, þannig við þurfum að prófa hana, eitthvað nýja svona. Já, setja í rauninni fókusin þangað sem að hann is due.
Já, ég meina hana, þú veist, til þess að koma veg fyrir ofbeldi þá þurfum við, er það ekki að uppræta þá sem beita því Jú. Af því að þá verði ekki þolendur þannig að Já, ég er allavega allan að ekki Nei, nýr ég vil svifta þessu aðeins Svifta, skipta skipta þessu, já, skipta fókus já, það Gerum það bara Já, ekki að gera það bara Gerum það bara Segjum það bara, hérna, lokaorðin Tanja Mjöll Ísfjörð Magnúsdóttir Takk fyrir þetta, Mjöll svona... Ég var að reyna að muna hvað emmið var Herri Tanja, hérna til hamingju með afmælið á morgun Takk. Og takk fyrir spjallið Yes.